Komið sæl. Nú eru lagðar brautir þannig að þær koma hér í röðum upp að landinu. Þetta er svona cirka annað hver dag, þó að getur liðið örlítið lengra á milli svona þegar líður á vikuna, en við skulum byrjaði að líta hér á stóra yfirlitskorti okkar og við sjáum hér lagð sem var hjá okkur í gær og er komin hér norðaustur undir Lofoten í Noregi, og svo er næsta lagð hér í farvatninu og hún kemur inn með skilin sín í fyrramálið strax. Svona megin þungi svona vindsins verður síðan hins vegar hér með suðurströndinu og síðan austur og á Austfjörðum og Austurlandi þegar líður á. Aðrir landshlutar sleppa nú eitthvað betur frá þessu. Ef við lítum þá að hitasviðið þá fylgdi þessari lægð svona minniháttar hlýindi. Það kemur örlítið meira með þessari en það gerir ekki annað en að það mun slakna kannski einna mest á Suðausturlandi. Kannski undir Eyjafjöllum og þar austur úr og eitthvað svona á síðustu Austfjörðunum, en aðrir munu ekki njóta neinna hlýjenda sem heiti getur. Svo þá ef við lítum á veðri hér í kvöld, nótt og fram að hádegi á morgun, þá er þessi éljagangur hér vestan til svona fram á nóttina, svo dregur úr þessu, en síðan fer strax í fyrramáli að snúa vindur og úrkoman að koma hér inn á land. Þetta verður að mestu leyti snjókoma en færist síðan smá saman yfir í slittu hérna allara syðst. Þannig að hádegi á morgun er þá staðan þessu lík. Gul viðvörun komin og það er svona kannski einna helst á undir Eyjafjöllum, Mýrdalurinn og þar umkring. Hellisheiðin verður nú líklega svolítið erfið í þessu. Það er náttúrulega snjókoma og það er hvassara eftir því sem að hærra er farið. Annars er skýjað og úrkoman eins og það sagði einkum bundin hér við sunnan og austanvert landið, og síðan bæta við gular viðvaranir þegar það líður á og koma hér norður eftir, og svo þegar það detta úr gildi hér á Suðurlandi þá kemur Austurlandið inn á móti. Þannig að síðan fækkar þessu svona annað kvöld aðra nótt, og hádegi á þriðjudag er þá staðan eitthvað þessu lík. Það er strekkingsvindur, lítil úrkoma yfirleitt orðin á landinu, kannski að hangi frostlaus hérna allara syðst en annars vægt frost í öðrum landshlutum. Og ef við lítum svo yfir á miðvikudaginn þá hefur dregið töluvert úr vindi, komin hæðarhryggur hér yfir landið. Vindur almennt hægur, það er svona aðeins að andi suðaustan hérna vestan til, en aftur á móti norðvestan alveg austast, og þeir sem eru á milli þeir fá svona hæga breytilega átt. Frost á nánast öllu landinu má segja, gæti nú einhvers staðar svona ef að létti til að það gæti sólin farið, hún er nú orðin býsna hátt á lofti en hennar áhrifa gæti svolítið. Og á fimmtudaginn er síðan næsta lægð, hún ætlar hann hins vegar að ná að fara hér vestan við land eins og spár gera ráð fyrir henni núna, og það þýðir að við fáum meiri hlýindi, þannig að hádegi á fimmtudag gæti verið orðið 3–4 stiga hiti hér við suðvesturströndina, og þá komið yfir í rigningu, snjókoma í öðrum landshlutum og síðan munu skilin fara aðeins lengra inn á land með hlýindi, en þau ná líklega aldrei að hlána fyrir norðan og austan, þannig að þetta svona deyr svolítið þessi hlýindi hérna við svona sunnan til á landinu, en það verður nú farið betur yfir það svona þegar það líður á vikuna. En við skulum þá skella okkur yfir til Evrópu. Það er hið ágætasta veður mjög víða. Það er svona vor hitatölur mjög víða í Norður-Evrópu og óstöðugt loft hér við Miðjarðarhafið, Ítalía, Grikkland, Balkanskaginn og inn í Tyrkland. Mun rólegra í Ölpunum heldur en verið hefur, og Frakkland í svona ágætismálum og stöku skúrir austan til á Íberíuskaganum, en annars er fínasta veður á Spáni og Portugal, og 20 gráður í Portugal þykir hún bara alveg þokkalegt á þessum tíma. Kanarí hins vegar eru svona eiga svolítið erfiðara. Það er kannski vindáttin verður hún aðeins sunnanstaðri. Lægðin er hér rétt suðvestur af eyjunum og sérstaklega er það vestari eyjarnar sem fá nú meiri úrkomu heldur en þessar austustu hér. Seinni part dags kvöld má gera ráð fyrir að það verði þrumur og eldingar í þessu líka. Það er einna síst þá eins og áður sagði hér á austustu eyjunum. Hitastigið svona yfir hádaginn 20 gráður, en almennt séð svona frekar rysjótt tíð á þessum slóðum. Og svo ef við förum yfir til Vesturheims þá er lægð sem var hér yfir austustu vötnunum að hún er komin hér austur af Norður-Ameríku má segja, og komin hæð hér yfir vötnin miklu og rólegheita veður mjög víða, og til dæmis komið svolítið yfir 30 gráður eins og í Phoenix í Arizona, þannig að það er fínasta veður býsna víða þar og ekkert nema gott það að segja, en við skulum láta gott heita í kvöld. Verið þið sæl.